Mótmælendur köstuðu skóm í Alþingishúsið að loknum útifundi á Austurvelli í dag en þangað mættu 500 manns. Mótmælendur kröfðust þess að ríkisstjórnin segði af sér 11. laugardaginn í röð á Austurvelli í dag. Við lok fundarins var skóm kastað í Alþingishúsið. Lilja Valgerður Pétursdóttir. 500 manns lögðu leið sína á Austurvelli í dag. Þar þagði fólki saman í 11 mínútur. Með því vildi það krefjast þess að stjórnir Seðlabankans og fjármálaeftirlitsins víki tafarlaust og að boðað verði til kosninga sem fyrst. 11 mínúturnar eru tákgrænar fyrir fjölda þeirra mótmálafunda sem haldnir hafa verið síðustu vikur. Við erum búin að vera hér 11 laugadaga í röð og mótmæla ástandinu og fara fram á kröfur til stjórnvalda. Þetta skilar sér hægt og sígandi. Við lok fundarins létu fundagestir svo í sér heyra en á meðan sátu alþingismenn inni í þingsal. Eftir að mótmálunum lauk var skóm og snjóboltum kastað í Alþingishúsið. Þar tóku menn líklega sér til fyrirmyndar íraska fréttamannin sem kastaði í vikunni skóm í átt að bús Bandaríkjaforseta. Skókast þykir í múslima heiminum einhver mesta óvirðing sem hægt er að sýna nokkrum manni. 500 mótmæltu á Austurvelli í dag með 11 mínútna þögn. Á eftir púuðu mótmælendur á þingmenn og hentu skóm í Alþingishúsið. Tekjur ríkissjóðs á næsta ári verða röskum 65 milljörðum króna minni en í ár. Þetta kemur fram í nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar sem lagt var fram núna fyrir nokkrum mínútum. Gert er ráð fyrir að tekjurnar verði tæpir 400 milljarðar króna. En var mótmælt á Austurvelli í dag, 11. laugardaginn í röð. Í þetta sinn voru mótmælin þögul til að byrja með en á eftir var púað á þingmenn sem sátu á fundi í Alþingishúsinu. Hver á sér fegra föðurland, spurði skáldkonan Hulda á sínum tíma en mótmælendur hér við Alþingishúsið eru líka frekar að hugsa hlýtt föðurland enda frost úti og þeir ætla að standa hér í grafarþögn og grafkjörir í 11 mínútur, byrja klukkan 3. Það mættu heldur færri á Austurvöllinni í dag heldur en síðustu laugadaga, 400 til 500 manns. Ég held að aðalástæðan fyrir því að komið svona fátt fólk sé að það eru jól og við byrjum að fullum krafti næsta laugardag og þá skulum við sjá til. Heldur að ráðamenn hlusti? Já, þeir gefa allavega athugasemdir í okkar garð og auðvitað skilar þetta sér. Og menn nota ýmsar aðferðir til að koma skilaboðunum á framfæri. Sumar eru augljóslega ættaðar sunnan frá Írak. Það er þingfundurinn, ef við ekki að láta heyra í okkur. Burt með ríkisstjórnina!